Pick yourself up, take a deep breath, dust yourself off and start all over again. Nothing's impossible, I have found, for when my chin is... Jæja, góðan daginn, ég vona að þið hafa sofið vel öll saman. Ég ætla að byrja á því að tilkynna úrslit í þessum leikinu sem hafa ekki komið fram hingað til. Byrja kannski á því að segja ykkur söngum með Binna. Þá voru í fyrsta sæti Gerður og Árni með 11 stig. Í öðru voru Garðar og Sólveig með 8 og Edda og Ríkharður með 7 í lokin. Hins vegar í morgun þá fórum við og skoðum herbergin ykkar og vorum svona hvetjað til þess að sjá hvert að herbergi væri best frá gengi. Og flest stig fyrir best frá gengna herbergi fengu sem sagt Garðar og Sólveig. Þau var með gríðarlega fallegt, örugglega lótusblóm og miða til fólksins hérna. Hópurinn fékk því næst vísbendingu í ljóðaformi sem vísaði þeim á næsta áfangastað. Gerður og Árni og Sólveig og Garðar hlupu strax af stað út á veg til að krækja sér í bílfar á meðan að bragðarefirnir Edda og Rikki nældu í hótelstjórann sjálfan. Soldeskir bændur og búalið á Barstaddi menntun hafa það sótt. Eru ekki talað um að fara hérna inn í sveit? Jú. Verður til í skuttlegar? Æðislegt. Ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a 8 by 12. Sólveig brá að það ráð að hringja út frænku sína á meðan Árni og Gerður treystu eingöngu á þumalputtann. King of the road, 3rd boxcar, midnight train, destination Bangor, Maine. Oh, worn out suit and shoes, I don't pay no union dues, I smoke old stogies. Edda og Rikki voru fyrst á áfangastað, Húsabakka í Svarfaðardal. Því næst komu Sólveig og Garðar, en Gerður og Árni ráku svo lestina. Árni hafði þó ás upp í erminni og nældi í auka stig með laddakarakter. Já, kemur það. Hjörleifur á náttúrusetrinu á Húsabakka tók á móti hópnum og sagði honum allt sem vita þurfti friðland fuglana. Hópurinn virtist hlusta af mikilli athygli, óafvitandi hvað biði þeirra. Já, nú ætla ég að loka hurðinni. Það enginn hérna inn aftur. Það því þeir að fara að taka próf. Í því sem ég var að segja ykkur. Það munið mikið. Það því sem ég sagði ykkur. Flögra svangurum hver, flýr í kókaleiðum ér. Dansum fugla dansinn, dýrum gefum brauð. Látum fugla dansinn á þeirra landsins. Og í fyrsta sæti Sólveig og og til verðlaun þá fór bækling og bæklingar. Þið eru að fara að grilla, forláta hamborgara og síðan ætlið þið að setja upp á borðið, þannig að þetta er spurning framreiðslu. Burgers on the grill, burgers on the grill. I've really had my fill of burgers on the grill. When the relatives go home, I'm stuck with chicken bones and burgers on the grill. There's a steak tip on the coals, it fell down through the holes, and now it's caught on fire, smells like a funeral pyre. I was
was trying to get it back, but it's turning pretty black. Sá ég spóa suður í flóa, syngur lóa út í móa, bí, 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 vorið komið í spáni. Loft í koti kátt, krakkar leku saman. Þar var löngum hlegið þá, henta mörgur gaman. Verðum skemmtar yfir það, eina skrýtna sögu. Þegar saman safnast var, sumarkvöldin flög. Jæja, þá er þessari keppni lokið og það eru komin úrslit. Ég er búin að vera með hérna sérlega ráðgjafa mér við hlið, sko Kollu sem er hérna aðal daman á Húsabakka og Pétur. Og það eiginlega varð svona, hvað ég var að segja, svona smá átök innan dómnefndarinnar þetta mál og það var ákveðið á endanum að þessu yrði þrískipt. Fyrsta liðið sem fær stig og það var fyrir takta við grillið er á þessu hérna borði. Síðan voru gefin stig fyrir bestu auglýsingamyndina, það er að segja það sem hún Kolla taldi vera besta ljósmyndin til að nota í auglýsingu og það eru Gerður og Árni. Hins vegar þá var erfitt að sjá því að ljósmyndin var eitt en framreiðslan til þess að horfa á borði var síðan annað. Þar sem hamborgararnir voru girnilegir og framreiðslan góð. Og það var þriðja lið. Þannig að þetta er óbúslega mikill ólympíuandi í þessum leik. Þetta endaði sem sagt öll liðin fengu 5 stig hvert í sinn hlut. Eftir matinn fór hópurinn í ratleik að hætti húsfreyjunnar á Húsabakka. Þetta er tröllaratleikur á Húsabakka þar sem að þið fá tækifæri til að fara í rannsóknarleiðangur og kynna ykkur umhverfið og það sem er hérna í næsta nágrenni. Og þið þurfa sjálfsagt að passa ykkur á tröllunum. Og það er nokkuð hægt að lesa sér til hérna, en til aðstoðar þá erum við með GPS-punkta líka. Þeir eru ekki alveg nákvæmir. Þannig að þið getið líka þegar þeir eru komin aðeins þurft að svipast um. En það ætti samt að vera nokkuð augljóst eftir hverju þið eruð að leita. Við fórum í ratleik og áttum að fengum staðsningatæki og blað með einhver spurningu og finna einhver kennileiti. Og við tókum greinlega og mikið vel eftir í þegar ég var að kenna frá það. Hvernig virkar þetta? Þetta eru. Please, við kunnum ekki hafna nátt að vita. Já, nú kemur örinn inn, sko. Já, stendum bara beint á húsi sem við sáum í tölvuna. Byrjum á því. Gerðu, ertu að finna eitthvað? Lappar eitthvað. I won't get to get what I'm after till the day I die. Svo sáum við náttúrulega bara kirkjuna eftir það. Þau búin að finna alla þessa endur og allt þetta sem átti að finna á blaðinu. Fórum að telja glugga á kirkjunni. Það er rosalega blautt. Það taka ykkur hindastökkana í húunum. Ég datt ekki en ég hoppaði og skvetti stíðinni svona. Þess og skil. Það var ógeðslega. Run, Forrest, run! Þú er fyrir út. Ég get svo saman. Svo þau búin að finna að telja gluggana og þá fórum við upp á við og vorum að byrja sundlaugina. Hvað hún nú verið og þá bentum við stelpur á hvít hús. Og þá spurði hún bara, stelpur, fá ekki bara lána í hjólið? Bara, jú, ekki mál. Við fengum bara lána og brunuðum hana smá metra. Svo erum við búin að taka skýrsluna á sundlauginni. Þá sprettur hún bara niður til að reyna að finna þetta blessaða tröll. Hvað er tröllu? Ég bara spyr. Tröllið var mikið. Leitum að stóru trölli, við fundum ekki þetta sem
það verða ræður. Já, þannig að við bjökum bara til okkar eigið tröll. Skrifa það bara niður að þetta sé hann fyrir framann hérna á hringtorginu. Skrifa það bara á blaðið. Ég með penna, þú með blaðið. Ratleikurinn byggðist bæði á því að komast í gegnum hann á sem skemmstum tíma ásamt því að svara sem flestum spurningum rétt. Rikki og Edda voru langfyrst í mark og röltu því bara í róliheitum síðustu metrana. Þegar hér var komið við sögu gátu stigin í ratleiknum ráðið úrslitum í heildarkeppninni. Hin liðin komu að lokum í mark. Kolla kveikti þá varðeld á meðan að heildarstigin voru reiknuð saman og eftir öll stig og aukastig höfðu verið reiknuð lá niðurstaðan fyrir. Í öðru sæti með 121 stig, 10 stigum betur en liðinu í þriðja sæti, voru Garðar og Sólveig. Í fyrsta sæti með 145 stig voru Edda og Rikki. Það er búið að vera frábært í alla staði og að maður skuli ekki gera meira því að ferðast innanlands. Ég skil það ekki. Það er mikið náttúruperlun og bara gaman. Þessi er bara æðislega ferð. Bara búið að vera eiginlega líka bara eins og vikuferð. Maður er búin að gera útistu hluti og upplifa ýmislegt. Mér er gaman bara að vera í Eyjafirðinum og sjá allt hvað er svona nálægt manni, alls konar hluti sem maður bara einhvern veginn er ekki dottið í hug að sé hérna. Mér finnst það búin að vera yndislegt hvað og þessi 2 dagar þetta er eins og viku frí sko. Það finnst ég alveg bara endur nær, það er bara yndislegt. Við erum öll bara að finna barn í okkur aftur. Og bara hvað heldur að fólk segir þegar sér okkur mömmuna og hjúkrunarfræðinginn. Já, þetta er bara æði. Bara mjög einstök upplifun, mun ég segja. Maður vissi náttúrulega ekkert hvað maður fara út í, þannig að ég held að það væri kannski að fara á skíði eða eitthvað og svo bara mætti maður í sjónum. Sko, við erum búin að vera hérna, við erum 40 km að heiman. Það er alveg ótrúlega mikið sem hægt er að gera á svæðinu, maður uppgötva það. Og hvað, 5 dagar, þetta virkar bara eins og viku frí, maður þarf ekki að leita langt í því skam.